Velkomin aftur í þennan kosningaþátt okkar hérna á N4. Næst komið að alþýðufylkingunni, en alþýðufylkingin býður fram í norðausturkjördæmi, ekki í norðvestur og því hann kominn til okkar hann Björgvin Rúnar Leifsson sem skipar annað sætið hjá alþýðufylkingunni í norðausturkjördæmi. Velkomin Björgvin. Takk fyrir það. Gaman að fá þig. Við erum að leggja svolítið áherslu á byggðamál í þessum þætti og kannski sérstaklega því okkur finnst kannski mig að ræða þau ansi vel. Já. En ef við horfum á alþýðufylkinguna, hver fólk er náttúrulega sammála í ansi mörgum málaflokkum, en hver sérstaða alþýðufylkingarinnar þegar kemur að byggðamálum? Að byggðamálum? Ég skal ekki segja hvort það sé sérstaða. Við viljum að sjálfsögðu viðhalda byggð í landinu, efla litlu sjávarþorpin þar sem búið að taka kvótann í burtu. Við viljum hreinlega innkalla allan kvóta og öfugt við alla aðra flokka held ég. Höfum við engan áhuga uppboðsleiðinni sem bara skila kvótann tilbaka til þeirra sem hafa peninga fyrir að bjóða hérna. Nei, við viljum afhenda kvótann þessum byggðarlögum, þar með talið byggðarlögum eins og Raufarhöfn, Stöðvarfirði og svo framvegis. Og að sjálfsögðu Húsavík sem var þessi kvóti var nú tekin í burtu núna fyrir nokkrum árum. Og við viljum að sveitarfélögin bjóði útgerðunum að veiða upp í þennan kvóta sem þau hafa og það komi full greiðsla fyrir. Hafið þið engar áhyggjur af því að útflutningsverðmæti á fisknum gætu fallið við þessar kringumstæður þar sem að bæði gæti skapast óöryggi varðandi kvóta úthlutun, yfirleitt sem gæti haft áhrif á viðskiptasambönd nú eða að einfaldlega það að fyrirtækin sjálf séu betur til þess fallin að búa til verðmæti úr fisknum heldur en sveitarfélögin? Fyrirtæki munu búa til verðmæti úr fisknum, samt sem áður skilur. Sveitarfélögin hafa bara ráðstöfunarrétt yfir kvótann. Það er það síðan að tala. Nei, við höfum engar áhyggjur af því. Engar áhyggjur af því að fyrirtæki muni bara hrökklast út af markaðnum við þessar nýju aðstæður þar sem sveitarfélögin væri í býðstöðu. Ef að útgerðarfyrirtækin sem barmaði sér stöðugt, ef að þau þykjast nú ekki að ráða við þetta, frekar nokkuð annað, að skila gjaldur auðlindinni til þjóðarinnar, og þá mega þau bara láta ríkið taka þetta yfir. Telur að þessi leið sem muni skila meiri fjármagni inn í ríkiskassan og sveitarfélagskassan heldur en núverandi leið? Já, alveg tímalaust. Víkjum aðeins að sambandi ríkis og sveitarfélaga. Nú verður þú að sinna misjöfnum málum og verkefnum sem telja sveitarfélagin að sinna fleiri eða jafnvel færri og fjárhagsstaða sveitarfélaga er mjög misjöfn. Hvernig sjáu þið þetta samband fyrir ykkur milli ríkis og sveitarfélaga og verkaskiptinguna þarna á milli? Við höfum ekki sett eitthvað alveg ákveðið í stefnuskrá nákvæmlega hvernig þessi skipting eigi að vera. En við þurfum að horfa á til dæmis hvernig gekk og hefur gengið með grunnskólan undir sveitarfélögunum. Sums staðar gengur að þokkala, annars staðar illa og við vitum að meira að segja Reykjavík er í ákveðnum vandræðum. Þetta kerfi þarf að endurskoðast. Og verkaskipting öll sömur þarf að endurskoðast. Ef að sveitarfélögin eiga að vera með svona stóra pósta eins og grunnskólan, þurfa þau klárlega að fá meira fjármagn. En það getur vel verið að það sé bara skynsamlega einfaldlega að ríkið sjái menntunina í landinu. Hvernig hægt að tryggja þeim meira fjármagn? Myndirðu vilja sjá breytingar á því hvernig... Ættu að tala að rekstur grunnskóla myndi fara til ríkisins? Já. Það þarf að skoða það. Nú eru svona flesti stjórnmálaflokkar að tala að færa frekar fleiri verkefni til sveitarfélaga heldur en í hina til. Ég veit það. Ég sé ekki betur en að mörg smærri sveitarfélög hafi verið í ákveðnum vandræðum og jafnvel stærri með rektor á grunnskólanum og ég bara segja það er allt í lagi að skoða þessi mál núna eftir alla þennan tíma og athuga hvort að við séum á réttri leið með þessa verkaskiptingu. Já. Ef að vinda okkur í hraðaspurningar? Vindum okkur í hraðaspurningarnar. Ert þú tilbúin? Já, en með þeim fyrirvara að sumt af þessu ekkert já eða nei spurningar. Nei, auðvitað ekki. Já, það er alltaf þannig. Þess vegna setjum við í þessa stöðu, sem hvernig leysir úr þeim vanda, sko. Svo ræðum við það bara hérna eftir. Það er leið. Mun þú beita þér fyrir því að ríkið finni leiðir til að niðurgreiða innanlandsflug?
Munt þú beita þér fyrir fækkun sveitarfélaga á Íslandi? Telur þú að allir Íslendingar eiga jafnt aðgengi að heilbrigðisþjónustu? Munt þú beita þér fyrir því að orka sé nýtt einungis á því svæði sem hún framleidd? Vilt þú að sveitarstjórnir hafi óskorðað ákvörðunarvald í skipulagsmálum? Munt þú beita þér fyrir fjölgun ferðamanna verði dreifðar allt land? Munt þú beita þér fyrir því að háhraðatenging sé mögulega öllum íbúum landsins? Á flugvöllurinn að vera áfram í Vatnsmýrinni? Telur þú að hækka þurfi styrki til landbúnaðar á Íslandi? Á atkvæðavægi að vera jafnt milli allra landsmanna? Munt þú beita þér fyrir eflingu háskóla utan höfuðborgarsvæðisins? Telur að þurfa að breyta kvótakerfinu í grundvallaratriðum? Þetta meira að segja það. Á bíð eftir því Já, að kom. má ég aðeins kommentera það strax? Já. Sko, sem fiskveiðistjórnartæki íslenska kvótakerfið líklega með því besti í heimi. Hins vegar úthlutun kvótans alveg úði í hattinn, svo ef ég má orða það þannig. Og eins og ég sagði áðan, við viljum innkalla allan kvótan og dreif honum á allt öðrum forsendum heldur nú ekki. En nú til dæmis langflest ESB-lönd þar sem sjávarútvegur niðurgreiddur. Ísland í algjörum sérflokki hvað það varða að hann ekki bara sjálfbær heldur skilar töluvert tekjum inn í ríkiskassan. Hann gerir það, en hann gæti skila ennþá meiru. Þú hefur engar áhyggjur af því að Ísland endi í sama flokki og aðrar Evrópuþjóðir með þessum breytingum? Nei, engar. Þú svaraði því neitandi hvort þú vildir fækka sveitarfélögum. Þú erum með mörg sveitarfélög og þau eru mjög misjöfn, sem eru mjög stór og ráða vel við sína skuldbindingar, önnur eru mjög lítil. Þú vilt ekki fækka sveitarfélögum, hvernig sér þið fyrir þér að jafna kannski hlut þeirra og hjálpa þessum minni og brothættari að sinna sínu verkefni? Sko, þetta eina af þeim spurningum þar sem ég hefði kannski átt að gera svona. En þetta ég held að í sumum tilfellum séu þessar sameiningar í sumum tilfellum hafi það hreinlega misheppnast, til dæmis bara út af landfræðilegu þáttum eins og stærð, samgöngum og ýmsu þess háttar. Það getur vel verið að fækkun eða sameining eigi við í sumum tilfellum, í öðrum alls ekki. Þú ert ekkert að móti því að sveitarfélög séu sameinuð. Nei, sko, ef að íbúarnir vilja það, þá er það bara alveg sjálfsagt. Ekki með þvingunarrækjum stjórnvöldum? Nei, aldrei. Hvað með heilbrigðisþjónustuna? Nú hafið þið talað mikið jöfnuð og viljið jafnan aðgang allra að heilbrigðisþjónustu. Já, sko, við viljum... Já. Nú það svo að það auðvitað alltaf erfitt fyrir það sem að búa út á landi að sækja sér sambærilega heilbrigðisþjónustu svo sem býr í Reykjavík. Hvaða nálganir, hvaða leiðir sjáu þið til þess að allir hafi jafnan aðgang? Við, sko, stefna okkar má segja að kristallist í 3 orðum. Félagsvæðing gegn einkavæðing. Og með því að félagsvæða upp á nýtt innviði samfélagsins, þar með talið heilbrigðiskerfið, þá viljum við að kerfið verði gjaldfrjálst fyrir alla. Það verði bara hreinlega engin komugjöld. Sko, það að spara í heilbrigðiskerfinu með því vitleysu sem hægt að gera, því að þegar fólk farið að veigra sér við að leita sér læknishjálpar, vegna þess að hefur ekki efni á því. Og þá enda bara með því að fólk dettur út af... En þó að komugjöldin verði ekki til staðar, þá þarf að koma sér. Alveg rétt. Og það þýðir náttúrulega að það þarf í fyrsta lagi náttúrulega að stórefla samgöngur milli landshluta og félagsvæða þær líka. Félagsvæða þær, ekki reka þær með gróða að markmiði. Og það þarf að efla spítalana á landsbyggðinni og heilsugæsluna á landsbyggðinni. Það búið að taka hellingspening úr umferð, til dæmis í gegnum vaxtaágrið. Við þurfum að ná þessum peningu til baka og þá má til dæmis nota í þetta. Í rauninni ert þú í atvinnuviðtali hjá þjóðinni, að bjóða þig fram til starfa fyrir hana. Oft í svona atvinnuviðtölum þá spurt hvers vegna ráða þig í starfið og því spyr ég upp bara að því. Hvers vegna ætti fólk að kjósa þig? Fólk á að kjósa ekki mig, heldur stefnu alþýðufylkingarnar. Og
þá sem vilja berjast fyrir þessari stefnu, þar að segja snúa af þessari braut einkavæðingar, þessari helstefnu og félagsvæða innviði samfélagsins upp á nýtt. Og þá ég að tala um fjármálakerfið, menntakerfið, heilbrigðiskerfið, þetta eru húsnæðismálin, auðlindir þjóðarinnar, orkumál, fjarskipti, samgöngur og einhverju tveiliðir viðbútt sem ég ætla að muna. Landbúnað og ferðaþjónustu. Það þarf að tryggja að við getum brauðfætt okkur. Evrópusambandið mun ekki gera það, bara svo það sé á hreinu. Einmitt látum þetta vera loka orðin í bili. Þakka þér kærlega fyrir komuna, Björgvin. Og við ætlum að skella okkur í stutt auglýsingarhlé og komum síðan aftur með næsta flokk sem eru frambjóðandi frá Dögun. Ekki fara langt.